var þannig að eina nótt fyrir svona 3 árum síðan þá dreymdi mig þessa flugu. Dreymdi að ég var að veiða og ég fekk lax. Ég fer að landa honum og tekur honum fluguna og slepp honum og síðan fer ég að skoða fluguna. Því að það var eitthvað sem ég hafði aldrei séð áður. Og svo morgunin eftir þá hnýtti ég þessa flug. Fyrst. Og skýrði hann hjá við á besta vini mínum. Skýrði hann að Bill Young. He rose for this little purple fly twice. And Peter said, strap on to Bill Young, honest to God. Oh my God. Oh, Put it on, first cast. Right, Peter? Right. No lie? Bill Young strikes again. What can I say? Laxá í Aðaldal kemur upp í Mývatni. Hún lífæð héraðsins, lax og silungs, hundruða fuglategunda og stoltra þingeyskra bænda sem sumir segja að séu íslenskastir allra Íslendinga. Við bakka Laxár hættir tíminn að vera til, en eilíðin sjálf tekur við. Og það einmitt hún sem einu sönnu laxveiðimenn, fluguveiðimennirnir, sækjast eftir. Eilífðinni út í náttúrunni og ef til vill einum laxi. Pétur Steingrímsson ólst upp á bökkum Laxár og þekkir hana betur en flestir aðrir menn. Hann fluguveiðimaður af Guðs náð og hefur verið leiðsögumaður við ána í áratugi. Hingað koma fluguveiðimenn hvaðan æfa úr heiminum til að njóta árinnar og eilíðarinnar í náttúrunni og til að læra af Pétri. Þetta uppáhaldsveiðistæðurinn minn í allri Laxá, þessi staður hér. Og heitir Skriðuhrúð. Og ástæðan fyrir því að hann uppáhaldsveiðistæður minn sá að hann ekki alltaf auðveldur fluguveiðistæður. Þó hann sýnist látið lítið yfir sér. Laxar fara gjarnan hérna fram af horninu á flúðinni og festa þar línuna. Þetta maður að þessu, þetta sport og þetta leikur. En ekki endilega það að drepa. Menn þurfi ekki að drepa laxinn, það er svo hægt að fá nóg af eldislaxi. Þeir ekkert svo mikið pening. Áin ljóð náttúrunnar, landið sjálft skáldið og yrkisefnið lífríkið allt, gróður, fuglar og fiskurinn í ánni.
festum í klakaböndum og lífið liggur í dvala undir snjóbreiðunni og bíður vorsins, eru veiðiflugur komandi sumars hnýttar af alúð og vandvirkni. Undir dularfullu vetrartungli mjakast tíminn í mannlífinu áfram við störfin sem stunduð hafa verið hér frá landnámstíð. Eldur kveiktur í mónum og hið landsfræga góðgæti, norrlenska hangikjötið, reykt til jólanna. Sagt þeim. Veturnar ger ég lítið annað en að hafa það bara gott. Hættur eiginlega að vinna nokkuð. Það nú þessa gömlu kalla, það vill enginn hafa það vinnu lengur. Eftir að menn orðnir 50 þá fer svona halla undan og 60 mann vill enginn í vinnu. I came up here for the first time, I think it was 1987, 86, 87. And I fell in love with it. Not just salmon or the river, but the whole, everything that goes along with salmon fishing. The people, the guys you come with, the camaraderie that exists, the tranquility on the river, getting up early in the morning. The staff up here is fabulous. Food is out of this world. Everything about it was just totally appealing, and I just got hooked on salmon fishing, and particularly on fishing in Iceland, and I've come up here every year since. Peter not only, he helps me pick the flies. He's the guy that makes the ultimate decision. I leave it up to him. I said, Peter, what do we use today? And he'll say, I think we should start out with Elva. He's tied and invented so many flies, and they're all, I think they're fabulous. I mean, I recommend them to all my friends back in the States. And Peter is, he's been my guide ever since, after the first year, he's been my guide ever since then. And Peter Steingrimsson is like a brother to me. I mean, I love the man. It wouldn't be the same up here without him.
hérna við Laxá að sitja hérna á bakkunum og fylgjast með fuglinum, það er náttúrulega algjörlega einstakt að svo mörgu leyti. Hér hefur aðgang að svo mörgum tegundum sem maður sér annars varla og oft á tíðum er fuglinn mjög gæfur, sumir eru náttúrulega styggir en mikið af þessu fugli er tiltölulega gæfur og einmitt núna á vorin þá er hann svo afskaplega upptekinn í tilhugalífinu og öðru að hérna þeir eru ekki alveg eins flótta og fælugjarnir eins og annars. Fluguveiðimenn eru sérstök tegund stangveiðimanna og vissulega tignarlegra að sjá þá athafna sig en ormaskaulanna svokölluðu. Fyrstu fluguveiðimennirnir í Laxá í Aðaldal voru englendingar sem komu árið 1877. Þeir fengu 107 laxa sumarið, þar á 4 34 punda og engan undir 10 pundum. Af þessum mönnum lærði langafi Péturs, Þorgrímur Pétursson, að veiða á flugu og var fyrsti Íslendingurinn svo vitað sé sem stundaði laxveiðar með þeim göfuga hætti. These are the best flies in all the world right here. This man tied every one of them. He invented the fly and he tied them all. He's the best. He comes over to visit us in the States, he and his wife, and it's fabulous. We had a wonderful time. Didn't we, Peter? Oh, yeah. New York City, the Empire State Building, And we got to, Statue of Liberty, Broadway show. and we got to say one more thing. Bill paid everything from Keflavík for me and my wife. He had to bring his toothbrush. That's all he brought. He took him to the shopping malls. He bought Levi's. Great dinners. Niagara. Niagara Falls. We'll never forget it, and neither will we. It was a great, great treat for us to have this wonderful man, my friend, and his wife come over to the States to see a part of the world that they have never seen. As always, it's wonderful to be back here in the Laxá Valley. I think this is my 26th or 27th consecutive year. I was very fortunate to be introduced to Icelandic Atlantic salmon fishing right here on this river. I remember the first afternoon I ever fished here was with an old guide, Hamer, who is now gone, but at that time he had guided here for 42 years, and the story was he used to fish through his guests. And I was on Beat 7 at the Cliffs, which is not one of our favorite places in years after, but remember moving half a dozen fish. Maybe he had one hook up, but I was the one who was truly hooked. And since that time, I've had the opportunity to share so many memories here with members of my family. My father came for a number of years. We always shared a rod. And then my son, he caught his first Atlantic salmon here when he was 12 years old. And I remember one memorable afternoon that year, he actually caught 3 down on Beat 6 in 1 hour. And he
has been a salmon fisherman ever since. Einu sinni var ég að veiða með föður mínum upp í Vitatjá sem kallaður er, hér upp frá lengra. Og við vorum á báti þar, höfgar, og báðir með stöng og köstuðum sitt á hvort borð. Og svo setti ég þar í, ég var með Black Doctor 3O flugu, og setti þar í 33 punda lax. Og þetta var gömul oddbrotin bambustöng sem ég var með, og hjólið bundið á með vír. Og við fórum þarna í land og laxinn tók nú ekki mikla rokur heldur, þvældist bara svona djúpt í vatninu. Og við vorum hálfannan tíma að landa honum. Og hjólið datt af stönginni meðan ég var að þreyta hann. Og allt gekk á. Á eftirminnilegasti aðvarlag sem ég fékk hérna niður í Sanderhill sem við köllum, hann er neðar aðeins. Og þetta var 16 pundar hrygna. Og ekki var hún nú svo eftirminnileg fyrir hún væri það stór. Heldur var það að meðan ég var að þreyta hana þá fylgdi hængur henni allan tíman. Og þegar ég var búinn að ná henni þá tók ég úr henni öngulinn og sleppt henni. Og það er fyrsti laxinn sem ég hef sleppt.